5 blö í dag klukkan 4 til 6. Auðun Blöndal og Björn Bragi. Herru, hvað? Ég náttúrulega alveg heftur í þessu. Það vantar sko miklu fjölmennar að tökulið. Kredia.is. Já, ok, þetta eru sponsorarnir. Sorry, herru, ég best afsökunar á þessu. Lekjurról og Kredia. Talaði aðeins og snemma þarna, en ég mættur hérna í stúdíu. Fyrsti mánudagurinn og eins og alla mánudag þá verður Björn Bragi með mér öttu velkominn. Takk fyrir það. Hvað segirðu, mestari? Mjög gott, mér líður mjög vel hérna. Já. Ég hef reyndar áhyggjur af því hvað eru fáir tæknimenn innan til þess að bjarga okkur af því að ég er skítræddur við þetta að fara í algjört rugl hjá okkur. Já, sko, ég get farið inn á Facebook og MSN, það er svona allt sem ég kann. Þú virðist nú samt vera ágætlega svona að þér þegar kemur á tölvum síðan. Já, bara á tölvuna sjálfa, sko. En þú veist, ef eins og núna þegar þú ætlar að spila auglýsingar onni í okkur og lag onni í þær og þú veist, þá hefði ég bara hlaupið út, sko, að það væri engin tæknimaður hérna. Já, en við erum með hérna Pétur Snilling með okkur, þannig að við ættum að koma okkur í gegnum þetta. En það er, stórskemmtileg þáttur í okkur í dag. Það koma miklu meistarar við sögu, eins og Jón Gnarr, borgarstjóri. Hann er í vonda atvinnu hjá okkur eftir. Hann var gert at í Jón Gnarr. Rándýr það. Já, og svo erum við með Hödda Magg. Hann sýnir okkur hérna á eftir hvernig þú átt að haga þegar þú vinnur í leikjum hjá FM 957. Þau aðeins betur við þá eftir. Það er oft svona þegar að vera að gefa svona vinninga. Það er oft hálfvandræðalegt svona símtalið sem á sér stað. Og engin maður er betri en Höddi Magg í að sína sko ofsafengin viðbröð eins og knattspyrnu ákvæminn hafa fengið að kynnast. Já, og þannig að við fáum svona að heyra á eftir hvernig hann myndi bregðast við ef hann væri að fara á tónleika með Beyoncé Knowles, stórskemmtilegt. Og svo er eitt dagskrárliður sem að við Björn Bragi verðum alltaf með á mánudögum og það heitir Netnauðgunin. Já. Kannski ekki svona fallegasta Þetta er ekki fallegt nafn. Nei, en virkilega skemmtilegu liður engu að síður. Já, liðurum bætir upp nafnið. Já, þá veljum við eitthvað snilling, eitthvað svona celeb á Íslandi og googlum hann og skoðum Facebooki hans og allt sem á honum tengist og þessu sinni þá er það Óli Geir. Já. Og það er nú maður sem að, já, við gátum fundið helling. En nógum hann á netinu, sko. Já, bæði stórkostlega myndir og flotta greinar, þannig að internetið er svolítið hans heimavöllur, internetið og skemmtistæðnir. Já, það má eiginlega segja að Óli Geir sé svolítið Justin Bieber okkar Íslendinga. Hann hefur ákveðið að nýta sér netið alveg frá byrjun. Ég veit ekki alveg hvort að ég sammálaði með að hann sé Justin Bieber okkar Íslendinga. Hann heitir ekki tónlistarmaður, en hann nýtir sér netið alveg rosalega eins og Justin Bieber. Justin Bieber var fyrstur á YouTube og með 4 milljónir manns á Twitter og eitthvað. Óli Geir tók þetta, ég held að Óli Geir hafi verið fyrstu til dæmis bara með Facebook. En Bieber hann er ekki að gera þetta allt sjálfur, sko. Nei, ég veit það. Hann er með eitthvað lið í vinnu. Já, það er munurinn á Óli Geir og Bieber. Óli Geir gerir þetta allt sjálfur. Þannig að Óli Geir er snillingur en Bieber er Óli. Hann er feik. Herðu, það er hérna, ég get líka hugga þá sem er að hlusta núna. Það verður ekki bara að spila Pitbull í dag því að Egill Gilsenegger er bara með mér á föstudögum. Þá eru 2 harðir, þá stjórnar hann svolítið tónlistinni, þannig að í dag verður þetta svona aðeins fjölbreyttara og við fengum aðeins að putta hann í þessu, hérna ég og Bjössi. Og við ætlum að byrja þetta bara hérna á Coldplay. Er það ekki? Er það ekki fínt svona? Það er mánudagur, rigningu og viðbjóður. Til líka rándýrt lag. Já, hendur þið á. Strákarnir í Coldplay með lagið Paradise. Eftir Coldplay aðdáðandi, Bjössi? Já, eru það ekki allir? Já, þeir náttúrulega hafa komið til Ísland. Þeir mætti alveg vera að kíkja aftur. Já, nú eru orðnir og stórir fyrir okkur samt. Já, en það er samt margir að tala um að núna séu orðnir svo miklu sellouts og eitthvað svona. Ég fílaði alltaf eitthvað. Þeir reyndar voru alveg orðnir stórir þegar þeir komu fyrir löngu síðan, sko. Já, sérstaklega seinna skipti, sko. En ég heyri að þú ert strax komið með góðu FM-röddina. Já, það ekki? Jú, þeir eru strákarnir í Coldplay með frábært lag hérna Paradís hjá okkur. Já, ég er búin að tala við svo marga sem eru búin að vera að reyna að kenna mér þetta. Þannig að þetta er svona, það er líka bara einhvern veginn, þú situr hérna í stúdíónu fyrir framan hennar mæk, þá sest þetta bréfið, sko. Já, það eru bara svona 2-3 þættir í að þú fer að segja, sko, hvernig veðrið er úti og hvað klukkan er. Ég var eitthvað að segja það, veðrið er viðbjóðslegt. Þetta er svona ekta mánudagur og við fáum enga birtu. Já. Og þetta er að detta í þunglindi og ógeð. Það verður bara viðurkennt. Hvort vildur þú hafa mig á mánudögum að því að ég er leiðilegastur eða því ég er skemmtilegastur og það þarf að gera mánudaginn skemmtilegri? Ég hugsaði með mér að þú væri svona þægilegur á mánudögum af því að það nennir enginn til dæmis að vera að keyra heim úr vinnunni núna eða vera í vinnunni og horfa út gluggann á svona ógeðslegt viður og enga birtu. Þá nennir enginn að heyra í Gils hérna að vera að tala um flöskudag og setja á Pitbull, hvað þú veist. Einmitt. Þá þú allt í lagi að hafa hann á föstudögum, sko. Já. Þannig ég sá að þú ert svona þroskaður og búin að gera allt vitlaust í þessum N1 auglýsinguðinum og ég hugsaði bara með mér ef eitthvað kætir landtala þá er það N1 appgærin á mánudögum. Nákvæmlega, þú er kynna með þannig. Það er gaman samt að ég sé þroskaður en Gils sem er samt nógu gaman til þess að vera pabbi minn. En hvernig er? Skrifaður handritið þessu sjálfur? Þessum auglýsinguðinum? Já, þetta er allt, ég skrifa handritið og leikstýrið sjálfur og þetta er allt úr smiðju meistara Björns Braga. Appgaurinn. Úr smiðju Björns Braga. Það er appgaurinn. Herru, hvernig var helgin þér? Herru, hún var bara ljúf. Já. Ég nefnilega tók svona aðeins á því bara snemma og hvíldi mig svo í lok
lok helgarinnar, þú veist, og laugardagskvöldið, sko, þá var ég heima að horfa á gamla Sex and the City þætti. Já, ok, nice. Vonandi með konuninn þá? Já, sem þetta fyrr. Já, og svo við náttúrulega tókum föstudaginn. Það var, þú baðst mig að minnast á það núna, voru allir að tala um hvað og syngu vel. Já, takk hérlega fyrir það. Það var samt, sko, fólk að tala um og sett með bara svona boyband rödd. Já, Hefur þú sungið eitthvað? Já, svona eitthvað bara fyrir einhverjum árum, sko. Bara svona í einhverju, það er í bílskúrsljónsveit og eitthvað svona. Í alvörinu? Rocksonur. Já, ok. Og Kennedy fjölskyldan. Þessi hljónsveitir var reyndar bara, hvorum sig bara spilaði einu sinni, sko, opinberlega. Já. En nei, svo það bara, þú veist, ég, með svona mitt guilty pleasure, mér langaði alltaf svo að vera í búin að boybandi, sko. Já, ok. Hjörpi vildi meina að þú væri með langt léttustu línuna? Já, nei, það er alveg alrangt, sko. Þú veist, þetta er svona ljúfasta línan, sko. En svo hvernig myndið þú taka línuna hans Hjöppa? Sko, ég skal taka línuna eins og Hjöppi tekur hana. Hjöppi Karl! Hann fyrir aldrei bara að háa. Ja, hann þurfti líka að fá aðstoð, sko, tækninar við að láta hann hljóma eins. Í fyrsta sinn held ég sem að Stop It Go þurftu að, sko, overtuna autotunið. Það er bara, það breytir næst í útgræðunum. En hann er hins vegar skemmtilegur útvarpsmaður, hann Hjörvar, og hann verður með mér á 50-daginn. Við ætlum að fá eitt lag áður við fáum netnauðgrunna og það er hann Óli Geir og við ætlum að fara svona vel yfir hvað Óli Geir er búinn að vera að brasa á netinu upp á síðkastið og hvað er hægt að googla hann og hver veit við hringjum í kappan. En fáum hvað heitir þetta? What You Know Two-Door Cinema Club. Æja, þetta er ekki eitthvað sem ég valdi, þannig að ok, fáum þetta. FM 95 blöð með ykkur á þessum mánudegi og það er ég og Björn Bragi. Ég var næst búinn að skýta á mig á tökunum en þetta hafðist. Og það er komið að dagskrárlið sem við Björn Bragi höfum ákveðið að kalla netnauðgunna og þá veljum við einhvern þekktan Íslending til þess að, googla og skoða og það er Óli Geir þessu sinni. Já, bara svona sjá hvað netið segir manneskjuna og hvernig svona hún er á netinu og hvað er sagt hana, sko. Nákvæmlega. Og það er þá aðalega kannski Facebook og eitthvað svona. Já, hann var ekki á Twitter, kallinn. Já, kom mér pínu óvart, ég fann hann ekki. Nei, það er örugglega bara tímaspursmál hvenær hann dettur þar einn, sko. Já, ég get lofaði því. Herru, en við ef við byrjum á Facebookinu hans og förum niður statusuna hjá Óla Geir. Hann er duglegur að gera statusa. Mjög duglegur og er, sko, fljótur að fá kommenta það. Já, hann á líka marga ekkert vandræðalega en þú setur Facebook status. Ég stundum ef ég er búinn að setja inn einhvern status til dæmis að þetta var góð helgi eða eitthvað svona og ef ég er ekki búinn að fá kommenti að like eftir svona 5 mínútur þá hendi ég stundum út af því mér er það bara svona vandræðalegt það er engi búinn að kommenta á eða ekki eins og neitt like það því þá Maja systir og mamma sé ekki á netinu eða eitthvað sko. Já, svo er alltaf svona, maður getur alltaf treyst á svona 2-3 sem að like á allt. Já, maður er alltaf með 2-3 sem að ég er ekki lengi að henda einu like á þetta eins og like Brown vinnu minn. Herðu, fyrsti status sem að, við erum að fara frá því nýjasta á niður þegar ekki, hjá Óla Geir. Já. Þetta er fyrir ykkur hann úti sem er ekki með Óla Geir á Facebook og hann er með þess að núna með Óli Geir nýtt. Já, það er reyndar, sko, ef við heyrum í honum á eftir, þá þurfum við að fá að vita hvers vegna það er, sko, hvers vegna menn ákveða að eyða Facebookinu sinni og fá sér nýtt Facebook. Já. Þetta er eitthvað fyrir bara hjá hann með allavega, þá heitir hann núna á Facebook Óli Geir nýtt fyrir ykkur sem að viljið alla þessu snilling. Herðu, fyrsti statusinn, taka til dagur. Það er dagurinn í dag, þannig að hann er væntanlega að taka til. Já, þetta var bara gert fyrir 40 mínútur síðan. Já. Þannig að hann er bara heima núna að taka til strákurinn. Og sko, fyrir einhverjum 13 klukkutímum, status nummer 2, það er hvenær kl. 3 í nótt. Já. Það er svolítið athyglisverður status, sko, sem við þurfum að spyrja út í. Rómeó bara að chilla í sófanum inn í stofu að horfa á Megamind teiknimyndina. Flottastur. Er hann að tala um sjálfa sig sem Rómeó þannig eða? Sko, það er eiginlega þrennt sem kemur til greina. Það er annarkvort hann að tala um sjálfa sig í þriðju persónu sem Rómeó. Sem að væri eiginlega bara rándýrt og mjög gott, sko. Já, ég er að vona það sé rétt. Já, ég vona það sé rétt. Ég reyndar vona að þetta sé kærastinn hans. Kærastinn? Nei, hann á kærustu þegar ekki. Jú, hann á reynda kærustu, sko. En hún getur ekki haft við nefni Rómeó. Nei, þetta getur verið sonur hans. Já, það er þriði möguleikinn, sko. Þetta er reyndar allt. Þessu rándýrt er það ef Óli Geir er búinn að skýra son sinn Rómeó. Rómeó Ólafsson. Já, þú fokkar ekki til því. En það er reyndar ef hann að tala um sjálfan sig þarna, Rómeó bara chilla í sófanum minni stofu og horfa á Megamind teiknimyndina, flottastur. Þá er hann svolítið, þú veist, maður kallar sjálfan sig ekki flottastur eða? Sko, þetta er reyndar, sko, svo er áhyggjuefni við alla kostina, sko, ef þetta er sonur hans, af hverju er hann ekki farin að sofa? Klukkan 3 nátt. Það er góð búntur. Ef þetta er kærastinn hans, af hverju eru þú að horfa á einhverja teiknimynd? Já, það er alltaf rangt við þetta. Herðu, þá höldum áfram. Langar að horfa á einhverja allt og fyndna mynd í kvöld, hugmyndir. Þetta gerir hann 3 tímum áður en hann setur Megamind myndina í.
Þetta góð greining sko og hann fær fullt af hugmyndum, reyndar enginn stingur upp á Megamind og uppáhaldskommentum við þeim sko frá stúlku sem heitir Caritas og hún segir ég megnast í mig yfir Bridesmaids og svo byrjar hún að afsaka það en ég hef líka bara búin að sofa í 3 tíma, gæti verið að ég hafi bara verið þreytt og með svefngalsa, ég hló samt alveg vandræðilega mikið með aðstæður, þetta svona taugaveiklur ráðlíking. Já, og herðu, svo statusinn þetta vel, hann ger ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt, sem segir okkur hann með góðan kvikmyndasmekk, þetta náttúrulega Sódóma, sem snilldarmynd. Svo góður status sko á föstudaginn síðasta, sem við erum bara komin aftur á föstudag sko, þetta alveg 100 statusar. Það sko klukkan 2 dag, PM, shit, var að vakna. Já, á föstudegi? Já, þannig að við þurfum sko, veit ekki með það. Hver vaknar klukkan 2 eftir hádegi á föstudegi? Ekki við, við förum að vinna snemma, kallið minn. Það ólíkir, ég ánægð með hann maður. Svo statusinu undan því bara að chilla með Rómi og Litla. Þannig að það gæti verið sonur hans, eða mjög lágvaxinn unnusti. Já, það enda að leika sem með þetta. Svo með, mér finnst þetta eitt besti statunum hans, ólíkir nýtt. Bónusferð, allt með stórum stöðum, ætla að kaupa allt. Já. Hann var kallinn á leiðin í bónus og ætla að kaupa allt. Trýta sig í bónus. Já. Og sko, skömmu áður, það sko, það klukkan 4:36, klukkan 2:17, þá segir hann, nei, þetta reyndar, 12 tíma áður. Ef það væri ekki svona ógeðslegt veður, þá væri ég út í sjoppu núna að kaupa með nammi. Þetta greinilega eina sem getur stoppað nammi átti í mér og snakkþörfuna. Brjálaður. En það sko klukkan 2:17 nótt. Já. Brjálaður af snakkþörf. Svo situr hann 3. nóvember klukkan 1:30 að degi til, langar að fara að lulla aftur. Já. Þannig að það ímynd þetta. Það 1:30. Já. Ok, en sko nú erum við búin að fara yfir statusuna, svo eru nokkra grúpur í gangi. Já. Við erum með sko DJ Ólíkir, hann á 5.542 fans. Sem bara, það mjög impressive. Mjög impressive. Svo reyndar önnur grúpa sem heitir líka DJ Ólíkir og það bara 102 sem að líka við hana. Já. Þannig að þetta eitthvað svona. Svo athyglisverðasta grúpan DJ Ólíkir kóngur, en það bara 36 sem að líta á Ólíkir sem leiðtóðsinn. Það eitthvað sem að nafni hans Ólafur Ragnar ætti að hafa áhyggjur af. Já, DJ Ólíkir með 102 líka hérna, já. Þetta það var gaman að googla hann og aðalega sko að þú googlar hann, þá ertu að fá greinar manstu, hann var rekinn sem herra Ísland. Já. Við getum talað eins við hann það. Já. Hann var herra Ísland og það var tekið af hann út af flass og eitthvað svona. Og svo líka sko, ef maður skoðar images á Google, það fullt af myndum á honum og hann alveg búin að... Hann að male model. Já, hann male model. Hann búin að mastera pósurnar sko. Já. Það eitthvað sem við tveir getum tekið til fyrirmyndar. Það nettur súlandir í honum með þess. Já. En herðu, eigum við ekki bara að smetla hérna á einu lagi og fá svo bara, ég ætla að hringja í Ólafur á meðan að lagið á, aðtöða okkur þá mann ekki smá spjallum með allt saman. Tekum á þessu. FM 957 og Skemmtigarðurinn bjóða þér að finna Skemmtigarðinn Smáralind á Facebook, gera like á síðuna og skilja eftir símanúmer. Nokkrir heppnir aðilar verða síðan dregnir út og fá að fara í Skemmtigarðinn Smáralind 5. 10. nóvember og verða fyrst vina sinna til að prófa. Sjövítar bíóið það fyrsta sinna tegundar á Íslandi og Sleggjan gefur þér glænýtt sjónarhorn á Smáralindina, sjónarhorn sem að gleymist seint. FM 957 og Skemmtigarðurinn Smáralind. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Sam Film kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Polarbeer kynnir. Kvöldstund með Kevin Smith, leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack and Miri Make a Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem framfer í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember. Miðasala á miði.is og í Hörpunni. Komdu og hlustaðu bransasögur sem engin annar þorir að segja.
2,2 milljarðar. Koma svo, þessir ofurpottar vinna sig ekki sjálfir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Já, það kalt úti. Það sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú átt það skilið. Fáður áskrift að Stöð 2 í síma 512-5100. Stöð 2, skemmtilegri í 25 ár. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, Háletisbraut. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Krefja.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Hressandi lag hérna á ferðinni, FM 95 Blö-lagið. Ég reyndar hitti nú einn mann fyrir utan B5 á föstudaginn eftir að hafa búið að loka þeim skemmtista sem var ekki alveg að hrifin af þessu lagi og já, við félagarnir hérna. Hann var alveg brjálaður yfir því að ég skildi allt í hennu vera alveg samum ég væri sköllóttur. Hann hérna, þetta var sem sagt eftir lokun. Deildi hann þeirri hárgreiðslu með þér? Nei, hann var með þykkt og fínt hár. Hann var greinilega bara þoldi mig ekki af einhverju ástríðu. Og segði mig, herru, þykist þú núna bara vera alveg sáttuð það að þú sétt sköllóttur? Ég bara svona, hvað er þetta að bylla? Vildi að vera grátandi yfir í? Já, ég bara, þetta lag hérna, sköllóttur frá Söðugröggi, heldur ég viti ekki þetta fyrir hrikalega í töðunar. Ég bara, jú, þetta fyrir alveg í töðunar. Já, hvað, þykist þú vera allt í hennu góðu með það? Ég bara, nei, herru, ég er fesku bara, flottur. Þannig ég beði að heilsa honum ef hann er að hlusta sem eru enga líkur á. En við vorum hérna áðan í netnauðguninni og Óli Geir á að vera komin hérna á línu. Ertu það, Óli? Sæljónur. Ertu kallaður DJ Óli Geir eða bara Óli Geir? Bara DJ Óli Geir. Bara DJ Óli Geir? Nei, wow, alls ekki, takk. En þú heitir Ólafur Geir eða ekki? Ég heiti Ólafur Geir, jú, það er rétt. Ok, þannig að Óli Geir er listamannsnafnið? Já. Heyrðurðu netnauðgunina svokölluðu? Ég náði hérna, byrja allt inn að fá SMS-um. Við erum eiginlega búin að komast að því að... Þegar mér að stilla inn á FM, þá ég bara eitthvað, í ykkur annað eitthvað. Já. En Rómjó, við fötum það, þetta er hundruðinni þegar ekki? Rómjó? Já. Það er hérna, það er litli vinur minn hérna niðri. Nei, það er Rómjó, það er hundruð minn. Er það bara síbóin sem að býra það niðri? Já, nei, þetta er litli hundurinn minn. Já, ok. Nú held ég ennþá þú sért að tala um vinum, þegar þú er litli hundurinn. Litla tíkiinn, mennaru? Þetta er litli klóðinu mér. Já. Hvað er hérna, er taka til dagur í dag? Herru, já, ég gera það nú eiginlega aldrei, sko. Ég ákvað að deila þeim í þjóðinni. Já, ég skil. En svo þegar við fórum í gegnum statusuna, það er margir þarna sem að fjalla um nammi át og verslunarferðir. Ertu bara að missa því átinu núna þegar... Ég er algjör hlusta inn í mér, sko. Þú ert nammigrís, Óli. Ég veit að maður. Þetta er vandamál, sko. Ég líka hef ekkert að gera eða alla virka dagar, sko. Já, við sáum það. Þú ert að vakna alltaf bara 1:30 á daginn. Já, það er síkala. Það er stanslaust partí á gemla. Það er partí á gamla. Þannig ég er bara í því að gera statusa og svona. En það var mér bara hent út af Facebookinu daginn. Varst þú ofvirkur? Já, ég var ofvirkur og var hérna dílít af Facebookinu mínu. Það ástæðan fyrir að Óli Geir nýtt núna? Já, nú er Óli Geir nýtt. Já, var það bara Zuckerberg sjálfur sem sagði stopp? Já, hann sagði bara... Það er ómikið djama á þessum. Ég var bara í home hjá hann alltaf. Já. Það er líka mjög gaman að maður googlaði, Óli. Það er alveg hérna, það poppar upp alveg endalaust að drasli, en það er allt tengt einhverjum partíum. Já. Þú ert bara, það er annarkvort Selfoss, Akranes, Dirty Night hér, Dirty Night þar, þú ert partípinni. Já, ég er grjótharður partípinni, sko, það er bara þannig. Verða menn ekkert þreytir á svona miklu djami? Nei, ég sjálfur er ekkert alveg, þú veist... Hvenær hættir partíið, Óli? Ég allavega, þegar þú ert hættur, þá skal ég fara að huga þig. Ég er nokkur árið í þið, sko. Hvað er þetta gaman? Vel svarað. Ég er 85 model, 26 á þessu. Ok. Það kemur smá. Já, en þú átt ekki börn með það? Nei. En kæmi til greina að skýra soninn Rómjó, það er alveg rándýrt nafn. Það væri flott. Nei, ég held ég myndi ekki þóra, ég held skýrði hundin bara. Já. Það er kannski aðeins. Það er helviti gott, en hvað kom til, og varstu bara að horfa á Megamind í nótt? Nei, setti á fyrir hann. Nei,
Ég horfði nú að gerði statusuna eins og hefur ykkur talað um hann. Takka öllum fyrir að hafa komið með einhverju hugmyndir. Ég samt notaði ekki neina sko. Ég horfði okkur alltaf aðra mynd og setti svo Megamind á fyrir litla. Já, Megamind ekkert að þeirri mynd. En ert að leggja mikið metnað í statusuna en Óli Geir? Hugsaðu þið vel vandlega áður og hendir inn til dæmis bónusverð, ætla að kaupa allt? Nei, stundum nefnilega sko, hendur maður bara inn einhverjum og stundum alveg hugsa maður gert og alveg svo þú sagðir á hann, ég hef gert það líka, setti status, fengi ekkert komment á svona delete ég geri það líka bara, þetta var slappur status að mér. Þannig ef þú ferðið inn á Facebooki núna og lúkka þér allir sko. Já, nákvæmlega, af því að maður náttúrulega er svolítið kannski að setja inn status því maður vill fá einhver viðbröð. Já, nákvæmlega. Rista þessu upp í svo liði. Þetta er glæsilegt, Óli. Herðu, það varst fyrsta netnauðgunin okkar og vonum við að nú ekkert fara illa. Nei, við gerðum rauninni ekkert við bara lásum það svona hendur inn á síðuna. Já, þetta er eiginlega rangnefni, þetta er lélegt nafn á þessum lið. Já. Við viljum samt að halda það. Þetta var eiginlega engin... Ég bjóstu einhverju hardcore dóti hérna, sko. Já. En ert að vakna alltaf 1:30? Hvernig er mánudagur hjá partypinnanum Óla Geir? Hvað er djamma kallinn á mánudagum? Vorum við kannski að vekja þig núna? Taka tildagur á mánudum. Já, taka tildagur á mánudum, það er rétt. Mánudagur og þriðjudagur eru svona eins og sunnudagar hjá svona venjulegum kannski. Þá sauðsvörtum almúanum? Já, sunnudagurinn hjá mér, hann fer svolítið mikið að sofa. Já. Og vakna á mánudeginu þá. Já, þú sefur á sunnudagum? Já. En ertu ekki að taka líka niður þessu búr og allt þetta eftir þessi dirty night-in, eða ertu bara með mannskap í því? Ég skilði bara eftir. Já, rétt. Skilur konunnar eftir í búrunum. Það er leitar, ég var nefn að sofa. Það er bara búrið og allt eftir. Nei, ég setti ég er með dirty night á Players á laugardaginn, ég er með flotta stráka sem að henda þessu bara upp og sækja það. Já, ok, glæsilegt. Og ég er náttúrulega hvet alla til að kíkja Óla Geir á Players á laugardaginn. Já, það verður hefi gott. Það ekki? Jú. Dirty night. Herðu, glæsilegt Óli, ertu ekki í Keflavíkinni? Ég er í Keflavíkinni bara. Hvernig bíl er kveikindi á? Herru, ég er á Hyundai Getz og hann er á Ymingja. Þú ert ekki að reyna að ljúga því að mér að Óli Geir sé á Hyundai Getz. Þeir eru Hyundai bræður. Ég skal lofa því að hann er á einhverju impressu þarna. Ég átti, eitt gæðugan. Þetta átti Hyundai Coupe og mjög stoltur á hann, eins og sjá má í myndbandinu. Já, hann var æðislega. Þetta er þetta kemur óvart, Óli Geir sé á Hyundai Getz. Ég held að vera á svona einhverjar impressu upphækkaðir og allt í spinner svo rugli. Nei, ég átti Charger. Og hann ég eitti bensín bara 5 skall á dag. Það var allt í lagi fyrst, sko. Svo ég var búinn að vera á honum í 8 mánuði, þá var þetta kannski aðeins svo dýrt. Þá fór ég á Getz. Það er vel gert. Skynsamur. Fínir bílar, herðu Óli, við þökkum þér kjallaði fyrir þetta og já, næsta lag er nú bara til einhvernum Óla Geir. Hann á við fullt af vandamálum að stríða, but the bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 90... FM 95 blöð á FM 95. Þetta eru þægilegi tónar svona á mánudegi. Þetta er viðbjóðslega flott lag. Þetta er Lana Del Rey með lagið Video Games. Já, Video Games, það hefur nú tengst nokkrum vinum mínum. Ég þekki nokkra sem eru forfallnir tölvuleikja, já, bara fíklar. Já. Og til dæmis Sverrir Bergmann, hann er nú alveg á kafi í tölvuleik. Erst þú mikið í tölvuleikjum með það? Ég er mikið í einum tölvuleik og það er leikurinn FIFA. Það er bara nýjasti FIFA. Og þú ert með PlayStation 3 heima þér og... Já, bara til þess að spila FIFA, sko. Já, ok. Spila hann bara viðstöðlaust. Ég hef einhvern veginn aldrei náð að festast mikið í tölvuleikjum. Ég spilaði Championship Manager mikið. Já. Og en hætti því eftir ég var byrjað að brjóta allt og mikið af músum og hrækja tölvuskjá og svona, þannig að það bara var að gera mikið eðugana. Ég var í nákvæmlega sama pakka. Ég bara var hérna á mínum árum í Versló og þá þurfti ég bara að segja stopp. Því að ég hefði þurft bara að hætta í skóla, sko. Já, það var með sko fjölskyldumeðlimir úr byrjar að biðja mig að hætta að spila. Bara svona intervention. Já, en ég er samt sko, það er ekki til líkingu við sko mína bestu vinni samt. Það er eins og ég á einn besti vinni minn heiti Frændi. Já. Og hann er bara til æðis... Það er skýrnarnafni hans. Já, hann var skýrður Frændi Steindorsson. Já. Herðu, hann er hann kallaði Kös og það er nú bara, sko, hann var orðinn það forfallinn, hann er reyndar að skára inn núna, sko. Hann og Sverrir Bergmann eru líka bestu vinnir, báðir frá Sauðárkróki og það var nú þannig einu svona Árni Geir sem er líka annar vinur okkar, sameiginlegur vinur okkar allar, hann var að fara að halda upp afmæli sitt á laugardegi. Það átti að bjóða okkur öllum og mögum og svona með og það var ekki búið að ná á Frænda. Það var búið að reyna að hringi í hann og fara á MSN-ið og hann var alltaf online en svaraði aldrei. Var þetta eitthvað nýlega? Nei, þetta er svona ár síðan. Ok.
og það var að reyna að hafa samband við hann og hann svara aldrei og svo allt í einu, bara á laugardeginum þá spyr ég ætlaði frænda að koma með og Árni ekki bara, nei, ég er bara ekkert náð á honum þá allt í einu fattaði Sverrir Bergmann hvað var í gangi, herðu, hann skráði sinn í World of Warcraft sem karakterinn sinn, hann Sverrir, einhver álfur, fer inn í World of Warcraft heiminn að finna frænda þar sem hann er einhver svona dvergur með að battle-öxi eða eitthvað svona kjaftaði, ég hef aldrei spilað þetta sér hann inn í World of Warcraft heiminum og segir við hann þar frændi, við erum að fara öll út að borða í kvöld, kemur við með? Nei, bara NEH og lappað aftur inn í skóginn, þá var hann okkur missjóni og hann mátti engan tíma missa, hann var að redda einhverjum gullpenningum og Sverrir var að eyðileggja fyrir honum spáðu í en ég held þessi báðir hætti núna í World of Warcraft og Árni eða þú ert að hlusta í guðanabænum hætti í þessum leik. Þetta er svona fíkn sko. Já, þetta er bara mennir, sko, það er fólk að gifta sem kynnist í þessu og spáði verða ástfangin einhverjum í gegnum World of Warcraft. En ég meina það sem færi manni hamingju, maður verður bara... Já, ég meina, þú veist, ég veit að Bjarni Töframaður og fleiri spila þetta mikið og hafa mjög gaman að og Sverrir var í þessu, hann er hættu núna. Já. En mér finnst það er eitthvað steikt við það að þú bara, hann og hvar kynntustu konuninni? Herðu, við kynntumst hérna í skemmtilegu missjóni. Skóginum í sýndarheiminum. Já, við vorum á sama missjónu að finna einhverja gullpenninga fyrir einhvern krokodíl og þar kynntist ég þessari stúlku, hún er æðisleg. Þannig að ég hvet alla okkar hlustendur til að fara varlega í tölvuleikina en það er hins vegar gaman að spila og það var að koma út nýr kvotleikur veit ég, Call of Duty. Já. Þetta veit ég þegar það er eina sem að Steindi Junior spilar, það er Call of Duty. Já, hann er háður honum, hann er bara í honum allan sólarhringinn. Og ég held að nýja leikurinn hafa verið að koma út í dag, þannig að að gera að tjekka á því. Herðu, það styttist í að við fáum vonda atið á Jón Gnarr. Jón Gnarr, borgarstjóri hérna á eftir og ég bara strax eftir Runaway núna með Kanye West þá ætlum við að fá að heyra hvernig á að bregðast við þegar þú vinnur í einhverju leik og það er hann Höddi Magg sem ætlar að hjálpa okkur með það en fáum fyrst má Kanye West. Á þessum mánudegi og það er Björn Bragi sem að verður með mér, já ekki bara í dag heldur alla mánudaga. Ertu ekki að fíla þetta bara? Hrikalega vel. Já. Ég stari bara og gapi sko á hvað þú ert komið með góða útvarpsrödd. Já, þetta er enga stund að koma. Mörg ár í bransanum sko. Já, það líka. Þetta eru ljúfið tónar hérna frá honum Kanye á þessum mánudegi. En það er líka sko gott að vita það er allavega einhver að hlusta á okkur því að ég fekk SMS frá félaga minnum, hún er frænda og í því stóð deyðu, hann var ekkert voðalega sáttur. Þetta er söguna góði. Já, en herðu það er komið að, nýjum lið hérna hjá okkur Bjössa, við ætlum að, sko við vorum að ræða hérna fyrir í dag að það er rosalega vandræðilegt oft þegar það er verið að gefa einhverja risa vinninga eins og á útvarpsstöðum, eins og FM daginn, þá er verið að gefa miða á Rihönnu. Og þetta myndi kalla risastóran vinning voru að fara til Svíþjóðar á tónleika og allur pakkin en símtölum verða alltaf einhvern veginn eitthvað svo óþægileg. Já, því að sko útvarpsmaðurinn er náttúrulega, þú veist, það eru mörg þúsund manns að taka þátt sko, útvarpsmaðurinn hringir og vill fá bara trilltustu viðbröð í heimi. Já. Og fólk er náttúrulega alveg ánægt en það er bara, já, frábært. Ég veit það, og við ætlum svona, við ákveðum að hérna ég og Bjössi að svona spila, fyrst alltaf að leiða ykkur að heyra svona hvernig þetta er oftast þá ringdi hérna í Björn Braga og sagði hann maður væri að vinna miða á Beyoncé Knowles. Og þetta eru svona venjuleg viðbröð, svona er þetta oftast. Svona er þetta oftast á FM þegar það verður að gefa. Halló? Já, er það Björn Bragi? Jú. Komdu sæll og blessa Rauður Blöndal heiti ég hérna FM 957 kallar FM 95 Hvað heldur það að vera að gerast? Hvað er í gangi? Þú ert að koma með okkur á Beyoncé Knowles í Stokkólfi. Ok, hvað? Þú varst dreigð, skilaðir ekki inn hérna í leiknum okkar. Við vorum að draga þú út að koma með okkur á Beyoncé. Ok. Lýst þér ekki vel á það? Jú, hvernig er þetta? Hvenær er þetta? Þetta er í lok mánaðarins sem förum út 28. Tónleikarnir eru 29. Við verðum allt FM-liðið. Ok, jú, maður ætti nú getur að fengið frí í vinninu þá, sko. Já, ég ætla þetta að vona það, þú varst að finna miða tónleikana. Jáhá. Hefurðu komið til Svíþjóðar? Já, nokkur sinnum, sko. Finnst þér ekki geggjað? Jú. Finnst þér ekki gaman að setja að fara með okkur á tónleikana? Jú, er þetta ekki stuð bara? Þú getur rétt ímyndað þér. Hvað er upp á slaginn með Beyoncé? Beyoncé, ég er nú reynda voða lítið hlustna á hana. Allt er kafti fíblut. Hvað er upp á slaginn? Hvað er það ekki bara, það er Single Ladies? Já, þetta þekki ég þig, herðu, þetta verður stórkostlegt. Þú bara kemur, við verðum í sambandi við og þú kemur með okkur út, allur pakkin, frýtt á tónleikana, frýtt hótel og ertu ekki spenntur? Jú.
æðislegt. Takk fyrir að taka þátt í þessu leik með okkur. Já, takk svo leiðis. Við verðum í bandi. Ok, vinnur, bye. Bye. Þetta er kannski svona, þetta er full íkt útgáfa af þessu. Nei, ég held að þetta hafi bara verið nákvæmlega svona, sko. Það er líka útvarpsmaðurinn, hann sko ágirist alltaf í að vera æstar og æstar í reyna peppu viðbröðin, sko. Já, hann er að reyna að fá hitt með sér, sko. Bara, þetta ekki, og þetta voru reyndar bæði skiptunum daginn eða einhverja stelpur sem unnu. Já. Og ég er ekkert að segja að þær að vera eitthvað þunglindir að Nei, þetta er bara svona eðlir. Já, maður er að melda þetta, sko. Ertu ekki spennt? Já. Eða ekki? En við erum búin að fá allstektan leikmann til þess að sína okkur hvernig á að gera þetta, hvernig á að sína viðbröð. Já, við hugsaum bara með okkur, ef ég væri að fara að gefa miða á eitthvað á FM 957, þá er ég ekki verið að fara að gefa bíómið hérna eftir á Tower Heist. Já, ekki alveg ferð til Stockholms í Ríunni, en samt fínt. En ég myndi bara leika mér að því að draga út Hödda Magg. Því að það er engin maður sem getur komið með betri viðbröð. Við skulum heyra hvernig það væri ef að Höddi Magg væri búin að vinna miða á Beyoncé Knowles. Já, er það Hörður Magnússon? Já. Herðu, kontust hætla blessaður, Auðun Blöndal heiti ég, oft kallar FM 95 Blö. Heldur að þú sért ekki leiðinni með okkur til Svíþjóðar að sjá Beyoncé Knowles? Þú ert að koma með... Ég er að segja að þú ert að koma með okkur til Svíþjóðar að sjá Beyoncé. Ég trúi þetta ekki, heyrðu þetta, mamma! Ég er að fara á Beyoncé! Hefurðu komið til Svíþjóðar áður? Nei, aldrei komið til Svíþjóðar, það verður gaman! Heldur það verður ekki gaman fyrir að sjá Beyoncé? Hvernig fílar Beyoncé Knowles? Hún er æðislega, hún er upp á allt í mig! Ég er búin að halda upp á hana síðan bara að hún fætti! Ertu að trúa þessu? Ég trúi þetta ekki! Ég er að segja þér að við förum eftir 2 vikur, við erum á fremsta bekk með 2 kalda og að sjá Beyoncé Knowles! Ég er bara að pakka pakk! Það var að pakka fyrir mig! Beyoncé! Svona á að fagna þegar við vinnum miða á Beyoncé Knowles á FM 957 eða í hönnu. Þetta voru sko betri viðbröð. Já, þetta voru 5 stjörnu viðbröð. Já, og það er sko, heyrður þú lýsinguna í Hödda Magg á Chelsea Arsenal daginn? Ég var bara, ég átti ekki von á því að sjá hann aftur eftir þessa helgi, sko, það var bara... Hann sagði það líka við með hann, ég sagði, herðu, ég vil fá bara viðbröðu þín, svona eins og, þú veist, þegar þú varst að lýsa Chelsea Arsenal, þá var hann, já, ég er nú ennþá með eitthvað djöfulinn í halsinum eftir þann leik. Það var epíst, sko. Já, ég er mestu Hödda Magg aðdáandi á Íslandi og ég er búin að vera það í svo mörg ár. Ég veit, þú veist, samt sko, hann hata Manchester United og ég hata Liverpool og allt það. Þetta bara sýnir, en svo flesti vinir mínir, þeir halda með Liverpool. Og það er eitthvað margir svona United aðdáandi sem þola ekki Hödda Magg. Það er mesta vitlega, þessi maður er svo mikill snillingur og hann er að mínu mati og hann og Gummi Ben eru bestu íþróttafræðingar landsins. Það er bara hann. Maður vill hafa svona mikla tilfinningaveru sem lýsir leikjunum, sko. Já, hann lifir svo inn í þetta. Það er stórkostlegt. Við ætlum að fá núna smá auglýsingar, svo ætlum við að gefa miða á Tower Heist og svo heyrum við, á Jón Gnarr hér og eftir þannig ekki vera land. Morgunþátturinn Magasín á FM 957. Fréttir, slúður, góðir gestir og skemmtilegar umræður alla virka mótna. Það er ekki sér. Þetta er svo mikið bull. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Magasín. Alla virka mótna frá 7 til 10. Viltu vinna ferð fyrir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Samfilm kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Ég er alveg hættur að veita fólki 3 óskir. Það endar bara í einhverju væntingastjórnunarrugli. Nú sinni ég bara alhliða þjónustulausnum á heildarsviði. Nú er enn auðveldara að ná sambandi við þjónustuanda Vodafone. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Já, bara alhliða heildarlausnum á þjónustusviði. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfi frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Dansvænasta plata ársins er komin út. Mesopotamia með sykur. Komin í
í allar helstu plötubúðir. Þú þarft ekki að hafa kviðinn hennar Madonna. Það eina sem þarft að gera er að skora á vinkonunni að koma sér í form og þið æfið báðar frítt til áramóta. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Nýr Yaris bíll framtíðarinnar. Hann búinn Toyota Touch-kerfinu sem inniheldur bakkmyndavél, snertiskjá og framtíðarvænt fjarskiptakerfi sem veitir þér meðal annars aðgang að tónlistinniðinni, upplýsingar úr aksturstölvu og notkunar möguleika með farsímanniðinum. Frábær hönnun Yaris og véltækni Toyota skila fram úr skarandi eldsneytisnýtingu eða frá 3,9 lítrum á 100. 7 loftpúðar auka síðan enn frekar á öryggi ökumanns og farþega. Komdu og reynsluaktu nýjum Yaris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi og upplifðu bifreið hannaða með framtíðina í huga. Toyota. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Hvernig með þessa ofurtölu? Á hún ekki verið löngu mætt? Fyrsti vinningur gæti við 2,2 milljarðar króna. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Já, það kalt úti. Það sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú átt það skilið. Fáðu áskrift að Stöð 2 í síma 5 12 51 00. Stöð 2. Skemmtilegri í 25 ár. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nælduður í eintak í næstu verslun. Polar Bear kynnir. Kvöldstund með Kevin Smith, leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack & Miri Make a Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem framfer í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember. Miðasala á miði.is og í Hörpunni. Komdu og hlustaðu bransasögur sem engin annar þorir að segja. Biðin á enda. Útgáfahátíð geimstöðarinnar og Call of Duty Modern Warfare 3 verður í geimstöðinni í kvöld. Pítsur og Mountain Dew. Þeir sem koma í hermannabúningum eiga möguleika á að taka þátt í leysertagbardaga og göngum kringlunnar eftir miðnætti. Sala hefst klukkan 19 og leikurinn aðvendur klukkan 22. Geimstöðin kringlunni. Mission completed. Látt ekki slá að þér í vetur. Vorum að fá nýja sendingu af fjellrefin úlpum í mörgum litum. Geysir Skólavörðustíg 16 og Geysir Haukadal. 11 tegundir af ís og lél. Ísbúðin, Háleitisbraut. Árið er 1991. Perlan í Öskjuhlíð er opnuð. Hvað gerist 10.11? Dótið er í barnabóksunum á Metro. Og bara gaman. Betra á Metro. Betra á Metro. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þið hlustendur verið að athuga að hér er gamall maður að stjórna á þættinu, þannig að hann ætlar að röfli við lögurum á milli laga. Nei, ég er ekki gamall maður, ég er náttúrulega að fíla mörg lög, en ég veit ekki með þetta. Þetta er fínt. Já, þetta er ágætt. En það er styttist núna í næsta lið hjá okkur í Björsa sem við erum að spæra að hafa á mánudöfum og heitir Vonda Atið. Já, þegar ég var svona væli yfir því að þú varst ekki, þegar við vorum að kortleika hana þátt, að þú varst ekki búin að gera ráð fyrir símaati og ég bara held að það væri bara regla þegar maður er með útvarpsátt að það væri eitthvað símaati. Já, það er svona oftast vinsælast hjá flestum svona útvarpsmönnum og það er alltaf skemmtileg liður. Það er svona símaöð og við reyndar, það er annað hérna seinni í þættinum eða svona þar sem við tekkum hvar stemmingin er á mánudöfum, þeir heyri það betur eftir. Þá erum við svona að tekka hvar fólk á að djamma á mánudöfum og hringdum í skemmtilega stað þetta liði bæ. En ég hefur ekki bara að byrja á Vonda Atinu svona fyrir fólki sem er að keyra heim núna. Það eru örugglega margir staddir í trafík og við hringdum í Jón Gnarr, borgarstjóra, skulum heyra það. Halló. Já, er það Jón Gnarr? Já. Sæll og blessaður, þetta er hann Hólmar hérna frændiðinn. Já, blessaður. Hólmar hérna frá Stykkishólmi. Já. Kannast ekki við mig? Jú, já, ég man eftir nafninu, sko. Dökkhærður, ég var á svona Mitsubishi Galant núna í sumar á ættamótinu. Já, hérna á Reykhólum. Já, það passar. Já,
ég man eftir þess. Hvernig hefur það, meistari? Jú, ég hef það bara ágætt, sko. Ég er bara, þú veist, að vinna og... Já, þú ert náttúrulega borgarstjóri. Já. Það lítur nú að vera nóg að gera hjá þér. Já, það er alveg nóg að gera. Ég er núna sko að detta inn á fund núna á að vera komin á fund núna klukkan 2, en hvað, get ég gert eitthvað fyrir þig eða? Þú ert ekki alveg of góður fyrir frænda henni, það? Nei. Þó að setja á einn borgarstjóri? Nei, það ekki. Ertu hættur að tala vættingi á vini að því að svo mikið að gera hér í borginni núna, eða er það orðið pólitíkin bara? Já, náttúrulega, voða lítill, jú, ég viðurkenni það, ég er svona, kannski vanrækja eins. Því að þú er ekki heyrt í pappa lengi heldur, manstu getur honum, Sigmundi? Já, jú, en er ekki allt gott að frétta af pappa þínum og... Jú, allt í besta, en okkur komst ekki ammaliðina Sigrúnar eins og varst bara að lofa? Manstu ekki eftir ammalinu, þú sagðist alltaf koma skemmt í ammalinu? Nei, ég get nú ekki... Þú sagðist alltaf að koma og ætlaði að taka hann Bjarnfreðarsson. Já, ég efast reyndar að ég hafi lofað því. Ég er nú ekki vannur að gera það, sko, en mér finnst leðilegt að ég hef lofað að koma einhvers staðar og hef glemt því, sko. Það getur vel verið að ég hafi, sem sagt... Já, þú bara skeist á þig með það? Já, það. Jón, þetta er Öddi hérna, FM 95 blöð, þú varst í símaðati. Þetta er Öddi hérna, FM 957, þú ert í símaðati. Nei, ég er að segja. Ég er að segja, þetta er Öddi. Þetta er ekki frændiðin. Mér fannst ég heldur ekki, sko, ég mundi ekki eftir honum, sko. Nei, ég heyrði það. Ég náður mér þarna að var. Já, þú varst alltaf ekki, þú vildir ekki vera dónalöð við hann. Nei, ég vildi bara alls ekki vera dónalegur við hann, sko. Það er svo leiðilegt að muni ekki eftir fólki. Já, þannig að við náðu þér hann. Við náður mér hann. Ég var alveg bara, hvað hét hann eftir? Það heit Hólmar. Ég verði sjálf strax búin að glemma nafninu, sko. Og vá. Þú náðu mér hann hana. Já, þetta var vond að halda í dag. Ég þakka að gæla það fyrir. Heyrðu, já, bara, já, það var nú bara rosalega lítið, sko. Ég beði heilsaði, mestari. Allt í lagi. Ok, bye. Bye. Já, fengum meira vond áður en að Somebody I Used To Know þarna inn. Þetta var svona, þetta er óþægilegt Þetta var mjög vond Já. Og sem gerði það skemmtilegt. Já, vond Það er nóg framöndan hérna hjá FM 95 blöð. Við heyrum á eftir í skemmtistað hér í bæ. Við svona vorum að hlera hvar djammið væri á mánudegi. Það er ekkert allt og margir sem vita hvert það að fara á mánudögum. Það er óplægður akur að kanna það hvar djammið er á mánudögum. Já, og við heyrum bútur þú hér á eftir, en hins vegar er komið að því að gefa bíómiða. Og ég er með eitt hérna, við skulum heyra það eins. Hver veit nema að við gefum bíómiða. Nákvæmlega, það kom með að gefa bíómiða. Þetta er 511-0957 að gera hringinn og við erum að gefa miða á Tower Heist. Tower Heist. Já, þetta er mynd með Ben Stiller sem er einn af mínum uppáhalds, Eddie Murphy og fleirum. Við skulum sjá, hérna er ekki eitthvað á línni, tjekum á þessu. Já, FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segirðu? Bara góður, þú? Herðu, bara svona brattur, hvaðan er þetta að ringja? Herri, ég var góðið að vinnunni. Koma heim og vinnu, hvað er það að vinna? Ölgerði. Ölgerði, vel gert. Já, alltaf blindur unni. Hanna þekkið, gamli. Bilaður. Á Sauðárkróki líka. Ertu á Króknum? Já, Þetta gæti ekki verið betra. Blind fullur bara að vinna í Ölgerðinu og Sauðárkróki. Þetta er fallegt. Ég er að ganga í þín fótsporið til minn. Djöfull er ég ánægður með þig. En er þetta hvað er Ölgerðin á Sauðárkróki? Já, það er mótið bú. Nei, ég er í bænum, sko. Ég er frá Sauðárkróki. Já, hann er í bænum. Ekki reyna að blekkja mig sem hef aldrei komið út úr Reykjavík. Já. En ég meina, heldur það í alvörinni, hversu æstur eftir bíómið og ætlar að keyra frá Sauðárkróki til að fara á Tower Heist bössi? Þetta er í bænum. Já. Herru, hvað heitir þau? Óskar þið. Óskar, hvað svo? Haraldsson, herðu, það býða en 2 miðar á Tower Heist. Á 50 daginn klukkan... Hanna þekki, Þetta voru við. Þetta er hérna á 50 daginn, skal ég segja... Klukkan 22:10 í Laugarás bíó. Já.
Já, gott að pikkaði með hann, en ég ætla að tjekka, ég ætla að gefa ykkur fleirum. Ég laga morgun. Bye. Herðu, FM 95 Blö. Já, næl. Góðan daginn, hvað heitir þú? Perla. Perla, þvílík Perla. Herðu, langar þig í bíó með hann? Já, ég var ekki mútið því, sko. Nei, þú ert svolítið svona eins og á ekki að vera að vinna vinning. Já, þú tekur allir með ró. Já. Ég er í vinninni, sko. Já, hinn var bara fullur á mánuði og bilaðist, en þú ert bara svona, já, ég er alveg til í eitthvað með það. Hvað er þetta að vinna? Sælunni. Sælunni, má ekki öskra inn á Sælunni? Nei, það er tækt, sko, nei. Herðu, hérna á Sælunni. Kannski ef maður er að brenna í bekknum, þá má maður öskra. Já, þá má maður öskra. Herðu, verðurðu mikið var við Egil Gilsenegger á Sælunni? Já, hann kemur. Gjaldur þau? Já. Kemur óvart. Er þetta sólbóðstofa frægafólksins? Já. Hún er hann í Kópavoginu, rétti á Agli, sko. Já, ok. Herði, já, þú heitir sagður Perla, hvað stóttir? Perla Ósk. Perla Ósk, herri, þú ert búin að vinna þér inn 2 miða á Tower Heist í Laugarásbíó á 5. daginn, sérstök FM Forsynning. Snill. Bara góða skemmtur, Takk fyrir það. Bye. Herðu, það er hérna einn enn, halló, FM 957. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver er þar? Þetta er Júlía. Júlía. Hvað ertu gömul, Júlía? Ég er 18. 18, finnst þið Björn Bragi sexy? Hæ? Finnst þið Björn Bragi sexy? Já. Yes. Það er sexy. Já, hann er sexy. Það er flippand á bakvið. Það flippi þér, veit ég. Hvað er þetta að hringja? Ég er bara leiðin í ræktina. Já, þú veitir ánað með þetta. Þetta er fólkið sem er að hlusta á okkur. Það er einn að fá sér bjór, einn er í ljósum og hinn á leiðin í ræktina. Þetta er okkar markópur. Herðu, þetta hérna, hvað heitir þú fullu nafni? Júlía Inga Alfonsdóttir. Júlía Inga, herðu, þú ert búin að vinna þér inn 2 miða á Tower Heist í Laugarásbíói klukkan 10:10 á 5. daginn kemur. Ok, Kemur hérna upp í 365 og pekka með hana. Ok, takk. Ok, glæslegt. Herðu, þá, gefum ekki fleiri bíómiða í bili, allavega ekki í beinni, en við skulum bara fá, lag. Er ekki komin yfir einhverja stúlku þarna úti í heimi, það eru öll lögin hans fjallum þetta einhvern veginn, það er eitthvað We belong together og allt eitthvað svona Not over you og það er eitthvað, þetta er svona eitthvað hjartaknúsari sem þarf að koma þessu frá sér í söng og texta. Hann var nú lamin daginn í köku, hann gaf henni Grow einhvers staðar í New York eftir eitthvað djam. Nú, ok, það hefur örugglega verið út af einhverja skvísu. Já, en talandi djam, ég var að væla yfir í áðan að ég er á mánudögum. Þannig að við getum ekki talað djam. Nei, já, það var svolítið þátturinn á föstudaginn var svolítið litar af því. Já, það var eina sem þið Gils töluðum. Já, það var bara hvað er að gerast í kvöld og eitthvað svona. Þannig að við fórum að ræða einmitt hvort að það væri yfir höfuð eitthvað djam á mánudögum. Já, ég held nefnilega að það sé ekki droslega mikið, Nei, það verður einskólast svolítið við rónana bara að vera djama. Við séum svona róna og kannski sjóara stundum. Já. En þú veist, ef þú af einhverjum ástæðum dettur í það á mánudegi. Já, eða kannski bara vilt bara djamma á mánudögum. Þú vilt slaka á helgina, átt frí á þriðjudegi. Já, jú reyndar, þetta er enda góða punktur. Það er kannski fólk sem er að vinna næta helgar á skemmtistöðum og svona. Já. Það er kannski að taka svona virkadaga. Nákvæmlega. Kannski svona mánudegi. En það sem við gerðum fyrir í dag, við hringdum á Londromat og ætlum svona aðtuga hvort það væri hægt að peppa upp einhverja stemmingu þar. En þóttist vera fullur sjóari, skulum að segja þetta. Londromat, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvenær byrjar svona stemmingin hjá ykkur á mánudögum? Stemningin? Já, við ætlum að fá okkur hérna smá bjórfélagarnir, við ætlum svona aðtuga hvernig það væri best að hafa þetta svona á mánudögum, við búum út á landi nefnilega, Já, ok. Það er opið til klukkan 1. Ok. En það er rosalega rólegt, og það verður svakalega rólegt í allan dag, þannig ég veit ekki hvernig það verður í kvöld, Ok, en það er semst ekki stemming að koma og fá sér nokkra hjá okkur þarna núna? Það er náttúrulega bara eftir klukkan 10, þá er bara drikkið það að búið loka eldsunni. Já, en er fólk ekkert að fá sér núna? Það er ekkert í hádeginu? Nei, ekki með bjór og svoleiðis, það er voða rólegt, Já, ok, þannig en hvaða stað myndir þú þá ráðleggja okkur á að fara ef maður ætlar að skvætta hans í þessu á mánudegi? Já, svona með bjórdrykki og annað. Hvenær byrjar DJ-in að spila? Það er ekki DJ. Nú, hvað er hljómsveit? Nei, þetta er bara veitingastaður, Já, ok, mér var sagt að það væri svo gott jam hjá ykkur alltaf. Hvað segir þið? Mér var sagt að það væri svo gott jam hjá ykkur alltaf. Það væri svo mikið fólki alltaf og svona. Nei, ég meina það, þú veist, það er náttúrulega fullt af stöðum bara hérna, þú veist, eins og bara, þú veist, Bakkus og Fakt. Já, en er ykkur flotta skvísur hérna hjá ykkur í kvöld, veist það? Mennur að vinna? Já, eða bara djamma?
Ég veit það ekki. Ok, við erum hérna frá Patrik. Ég er það sem telum að finna hérna. Ég veit ekki hvað það djama hérna. Ok, við erum hérna frá Patrik, sér við kunnum við ekki alveg fyrir ekki það. Ætlar þú að djama í kvöld eða? Nei, ég er bara að vinna eftir 4. Já, en eftir 4 þá? Nei, ekki nei. Já, ok, en hvert fer maður þegar búið að loka við ykkur eitt? Hvað er svona eftirpartíðin á mánudöfum? Ég veit það ekki, sko, ég djama oftast ekki á mánudöfum. Ertu að segja ég sé aumingi? Við erum ekki búin að vera að djama helgina, sko. Ég er ekki fyllibita, sko. Nei, ekkert mál. Nei, þá veist það, ég er ekki... Ég bara, þú veist, ég veit það ekki. Það er rauninni bara Bakkus og Factory og eitthvað svona fleiri staðir. Er maður illa liðin eða er maður eitthvað full hér á mánudöfum? Nei. Þú ættir að prófa að fara á sjó og koma svo í land og ekki vilja að fá þér smá glas. Ég held að þú myndir ekki fíla það. Ég er ekkert að segja að sé eitthvað af því, sko. Ekki neitt. Ég er orðin pínu fullu núna, sorry. En má ég hvað heitum þú? Má ég kíkja og koma að spjalla hans við þig, eða? Ekkert frekar, sko. Ég er bara í vinnunni. Já, er það ekki svona að spjalla viðskiptaðan eða að fá sér í glas og svona? Er þetta ekki svona peppa-hæning? Jó, ok, ég og Raggi við kíkjum aðeins á þig núna. Við ætlum að, og svo hvert sagðir við ætlum að fara svo ef við ætlum að halda fjörinn áfram eftir hádegi? Þú veist, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað, þú veist, helst danska kráin, en ég veit ekkert það svo. Ok, bullandi sull þar allan daginn á mánudöfum? Ég veit það ekki. Nú varst ekki að sjá okkur að fara þangað? Ég veit ekki hvernig stemmingin er það. Það var bara það sem yfirmaður minn vældi með því. Já, ok. En ef ég kem núna og fæ mér bjór og eitthvað, myndir þú kannski kíkja með okkur á dönsku eftir að við erum hættir? Nei, ég ætla bara heim og hvíla mig. Ok, þú getur kannski komið og hitt okkur svo á Bakkus þá bara kvöldi? Ég held ekki. Af því að ég er fullur á mánudegi eða? Nei, bara vegna þess að það er langvægt. Já, bara eitthvað svona hroki í þessu eitthvað. Hæ? Ég minnst bara svo mikil hroki í þessu, ég er nýkomin á sjó, sko. Er ég það sem það halda áfram? Nú, er komið stemming, eða? Nei, það er bara pantur eða svona. Og er fólk að banda sér drikki, eða? Nei, mat. Já, sorry, ég er svo langt inn í talaði við Pennmann. Ok. Kitty dauður hérna á hliðina á mig, sko. Já, ég skil. En hérna, gangi ykkur vel með þetta? Já, ég er að koma og hitta þig. Já, ok. Ok, bye. Bye. Herri, já, ok, þá veitum við að það er ekki mikil stemming á Londrómáta mánudöfum og allar að sippa í þig, en maður gæti kíkt á dönsku, skulum fá lag. Loksins er komið út alíslenska orðskýringa og látbragðsspilið Fiasko sem fær fólk til að tjá sig. FM 957 og Fiasko bregða á leik með hlustendum alla vikuna og dæla út þessu stórskemmtilega spili. Hvernig myndir þú lýsa Sódóma Reykjavík? Hvernig myndir þú lýsa Gils í einu orði? Hvernig myndir þú leika Keksverksmiðjuna? Fylgstu með á FM 957 í vikunni og eintaka Fiasko gæti orðið þitt. Hugsaðu út fyrir kassan og spilaðu Fiasko partíspilið í ár. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Þú þarft ekki að dropkicka pítsunni úr höndunum ánum. Þú þarf bara að taka þátt í Facebook-leiknum okkar og skora á vininn að koma sér í form og þið æfið báðir frítt til áramóta. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Nóvember tilbóð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Biðin er á enda. Útgáfahátíð geimstöðarinnar og Call of Duty Modern Warfare 3 verður í geimstöðinni í kvöld. Pítsur og Mountain Dew. Þeir sem koma í hermannabúningum eiga möguleika á að taka þátt í leysertagbardaga á göngum Kringlunnar eftir miðnætti. Sala hefst klukkan 19 og leikurinn afhentur klukkan 22. Geimstöðin Kringlunni. Mission completed. Forever 21 er á outfit.is. Já, það er kalt úti. Það er sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú átt það skilið. Fáður áskrift að Stöð 2 í síma 5 12 51 00. Stöð 2. Skemmtilegri í 25 ár. Árið er 1991. Jón Baldvin og Davíð mynda VDR-stjórnina. Hvað gerist 10.11? FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Ekki frá því að þetta sé einn besta söngkonan í heiminum í dag. Það er svolítið ljúfir tónar hjá okkur hérna. Já, enda það er mánudagur, þetta er svona kósi. Þetta er þægilegt út á leiðinni heim bara í bílnum og grænjandi rigning og nýhættur með manninniðin eða eitthvað, ég veit ekki. Sagður hún upp bara í morgun í átíðin. Já, þá hortum feskur með þetta bara á. Talandum sambönd, ég var að lesa svo hrikalega æðislega grein á Pressunni minni mig núna í dag.
og þar sem að fyrirsögnin var það hættumerki ef að makinn fær skyndilegt líkamsræktaræði hann kannski ekki að grennast fyrir þig. Þetta eitthvað alveg ágætis punktur, sko. Já, og það svona, ef makinn þinn hugsar lítið annað en línunar og virðist fara sífellt oftar og oftar í ræktina, þá það umhugsunarefni. Það nefnilega möguleika á því að hann sé ekki að missa kílóin fyrir þig. Þetta einhver rannsókn sem leiði það í ljós. Fólk á það til að fitna í hamingjusömu sambandi, en fólk í förstu sambandi hefur ekki sama hvata og þar sem samkeppni minni, þá þyngdarmunur á milli maka sömuleiðis minni. Já, þetta í rauninni basically segir okkur svona ef við tökum þetta heim til okkar og þennan þátt sem heitir F9 Blöð, þá má segja að Sveppi sé mjög hamingjusömur og Gils í tónurugli. En sko nú Gils makinn þinn. Já, við erum giftir í Vegas, við erum ekki giftir, við staðfestum ástóka fyrir framan Guði í Vegas, en það gildir ekki á Íslandi. En Sveppi greinilega mjög hamingjusamlega giftur. Já, það bara staðfest. Já, en þetta áhyggjuefni fyrir kæristuna Seils. En ertu svona ræktarrotta, ferðið mikið í ræktina? Nei, ekki mikið, bara svona öðru hverju. Ég er voða average í þessu öllu saman, sko. Já, og þú ert ekkert í toppformi en þú ert ekkert feitur. Bara fít, skilu, ég get spila fótbolta og svona og þú veist, ég er alveg réttu megin, ég er ekki rángstæður, sko. Nei, þú ert ekki rángstæður. Ég er í línunni. Já, en myndirðu hafa áhyggjur af því ef konaði verið að fara mikið í ræktina? Já, nei, sko ég verð að segja, ég er alls ekki sammála þessu. Þú veist, fullt af fólki vil líta vel út þó að það sé... Já, kannski líta vel út fyrir maka sinn, kannski? Já, nákvæmlega, ég meina, og hérna stendur einmitt sko, hjón séu mun líklega til þess að þyngjast fyrstu mánuður eftir brúðkaup. Það finnst mér algjör, sko, þá er þetta að kaupa gallaða vöru, sko. Hún ætla bara leiðu upp og innsigla heitin, sko, bara blás í spík. Það er ekki, já, það er örugglega ekki vinsælt að vera nýgiftur og allt í einu byrjar hún að blása út. Nei. En þetta samt sko, ég samt tekið eftir þegar maður verið að fara í ræktunana, það eru rosalega margir byrjar að mæta í ræktuna svona eins og þetta sé bara nett tískusýning. Já, þetta nett svona félagsmiðstöð stemming sko, eða svona bara eins og skemmtistæður stundum á kvöldin sko. Og allar stelpunar í svona eins nýþröngum einhverjum svörtum buxum með svona einhverju litarönd á hlið. Þú hefur ekki séð þær buxur? Ég hef tekið eftir þessu. Já. Þetta eitthvað sem gerir voða mikið fyrir línuna þeirra og þetta orðið svona eins og ég segi, bara nett tískusýningar af fólk á leiðin ræktina. Það var alltaf tími að svitna í fötin. Já, einmitt, svo náttúrulega þegar fólk fer að hreyfa sig og lyfta, sko, þá fer alltaf flæða, sko, líkamann, blóðið, sko, þá fer það að hugsa. Já, það getur orðið hættulegt. En herðu, við skulum fá Dodgy, það styttist í annan endan hérna hjá okkur, við erum ennþá að gefa nokkra bíómiða fyrir ykkur sem hafið áhuga, það kvikmyndin Tower Heist með Ben Stiller, Eddie Murphy og fleiri. Er ekki ykkur í fleiri góða leikarar? Jú, Casey Affleck sá ég var hana, sem bróðir Ben Affleck. Já, hann er eitraður líka. Hann er með svo flóða rödd. Já, hann er svo alveg, svo líka þetta Matthew Brother. Á FM 957, Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Springur þú úr stressi á 15 sekúndum? Tímasprengjan, svaraðu vitlaust, heilahristingurinn, stafapressan og botnaðu textan. Morgun þátturinn Magasín, virka mótna klukkan 7. Sástu þarna fréttin vörubílinn sem valt með fullfermi af fiski? Nei. Já, ég var beint fyrir aftan hann. Þess vegna komst ég ekki með bílinn í skoðun. Ekki koma með afsakanir. Komdu bara með bílinn í skoðun og þú getur unnið 200 lítra af eldsneyti. Við draugum 2 í mánuði. Aðalskoðun. Það verður allavega fiskur í matinn í kvöld. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Gamli jarðabera ísinn er kominn. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Fyrsti vinningur gæti orðið 2,2 milljarðar króna. Ég veit að það er slatti, en einhver verður að vinna þetta. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Já, það er kalt úti. Það er sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú átt það skilið. Fáður áskrift að Stöð 2 í síma 5 12 51 00. Stöð 2, skemmtilegri í 25 ár. FM 95 Blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Veit ekki hvort þetta sé eitthvað skot á mig. 95 Blöð á FM 957. Veit ekki hvort það sé eitthvað skot á mig hérna með þetta Lakkerón. Það er ekki. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Varu þeir ekki alltaf með eitthvað Lakkerón makes people talk. Hvenær breyttu þér þessu? Ég held að það hafi verið bara, hvenær byrjaði þátturinn, var ekki síðasta föstudag? Þá kom nýja slagorð í það. Já, nákvæmlega. En talandi þennan góða þátt, ég var að
kíkja á YouTube að sjá að lagið var komið inn þar. Einhver snillingur hafði postað myndbandur semstu við lagið sem að við gerum. Já. Við FM 95 blöð lagið. Já. Og letar fylgja með textan og let fylgja með enskan texta við lagið. Íslenski textin sem að þú samtir. Hafði farið þar í gegnum Google Translate. Já. Og útkoman úr því alveg dásamleg sko. Og ég nefna nokkur dæmi sko. Það línan sko, bara ef ég tek mína línu, Björn Bragi verður með honum á mánudögum. Það sko, Mr. Bear will be with him on Mondays. Sveppi Krull tekur 3. dag á sig. Það sem sagt orðið Fungus does curl up on Tuesdays. Fungus, það reyndar rándýrt nafn á sveppin. Reyndar mjög gott sko. Og Fungus. Hann svona, hann sko farin að kúra. Sveppi Krull orðið does curl up. Svo sko, Hjöppi K verður Dear Hjöppi. Verður alla 50 daga. Og á föstu dögum verða þetta 2 harðir. Það and on Fridays, this will be too hard. Já, sem að það reyndar alveg ágætis lína því að þetta oft mjög erfitt að vera með agli hérna í stúdíunum. Þetta verður of erfitt á föstu dögum. Google Translate rýnir sko í textan, hann skilur innihaldið. Það reyndar mjög gaman. Við ættum jafnvel bara að gera þetta dagskrárleifbjössi. Það að vera með Google Translate. Það til fullt af lögum á Íslandi bæði. Sem sagt þú tökur íslenska texta. Já. Þú veist, all the lights are on but there's nobody home og eitthvað svona. Já, það bara engin heima. Við þurfum að vera með það tilbúið næsta mánudag, eitthvað grjótar lög og búin að translita. Já, beinþýðingarna verða svo skemmtilega. Svo sexy svalir allir með útvarpsrödd verður sko sexy balkoni. Þú veist að hann heldur að þessi verður að tala um bara svalir, ekki eitthvað cool. En það besta í þessu samt sko nafnið þitt verður sko, fer úr því að vera Öddi Blöð yfir að vera Öddi Blöd. Öddi Blöd? Já, blóð. Það reyndar, ég ætti að vinna svolítið með það úti. Ef þú hefðir bara vitað þessu strax að vera með Öddi Blöd, sko, þá værir það á einhverjum allt stað í dag. Það getur verið rosalega þáttur, Öddi Blöd það væri bara í Bandaríkjunum, sko. Og Fungus með ykkur hérna á þessari stöð. En talandi þáttinn, þá hvet ég líka alla til þess að fara inn á Facebookið og finna þar, skal ég segja, FM 95 blöð síðuna og lækana og gerast vinir að gera. Það er komið einhver 3000 manns og við viljum fá sem flesta. Hendum við góðu efni úr þáttunum og svona? Já, en við skulum fá eitthvað þægilegt og gott hérna. FM 95 blöð með ykkur á þessu mánudegi, gleymdi mér næst í þarna. Enda að venjast þessu lyklaborði hérna eða takkaborði. Og tónarnir bara svo fallegir. Já. Það ekki annað að gleyma sér. Þetta voru ekki Rihanna og eitthvað lið. Nicki stendur hérna. Minaj. Nicki Minaj. Það er eins og maður sé fertur hérna. Þú þarft að fara á framburðarnámskeið fyrir næsta átt. Þetta er svo pappi, ég held ég hafi þetta frá honum sko. Við vorum með þessi nýkominn frá Benidorm. Nei, ekki Benidorm, frá Mallorca. Það var ekki ég og pappi á Beni. Það var fjölskyldan nýkominn, ég held ég að vera 15 ára eitthvað og nota Beni. Við byggum í Bandaríkjunum sko í 2 ár. Hann lærði þar í Spartan og ætti nú að kunna ensku. Þá var ég nýbúinn að kaupa hérna í ammæliskjöf diski með Celine Dion, hérna Falling Into You, bara hún var að slá í gegn. Eðlilegt. Já, og hann var að taka upp á töskun og kallaði svona á mig, ég var inn í stofu. Auðvitað átt þú hann Klein Dine disk hérna inn í stofu. Þannig ég held ég fái framburðin frá honum. Nicki Minaj. Það Klein Dine með lagið My Heart Will Go On. Já, honum hefur mikið strítað þessu og í mínu vinahóp þá Celine Dion eða bara köllu Klein Dine. En það það skemmtilegra nafn á þann mikla listamann. Miklu notara. Herðu, hvernig þetta búin að fíla þetta? Þetta bara, það komið að lokum hérna hjá okkur, félagum. Já, bara hrikalega vel. Nei ekki? Jú. Nú verður mættur hérna grjótarður næsta mánudag. Já, held ég starfinu eða? Já, þetta ég er mjög ánægður með þig. Þetta var svona starfskynning. Já, og þú ert með þægilega rödd, þægilega tóna og þetta búið að vera mjög fínt. Já, ég er að byrja að reykja sko, svo verða þessi rámari og svona ég geti verið hérna, já þeir eru að hlusta hérna á FM 95 blöð. Já, taka svona kartón fyrir útsendingu. Já, það er alltaf gaman. Það eru enda sumir spáðir sem eru með svona rödd. Þeir eru að hlusta á Klein Dine. eins og Egill Ólafsson, hann er bara gjörsamlega með þetta. Já. Ég verði til að vera með röddina hans. Hann er líka nokkrum áratugum eldri en við, sko. Raddirnar okkar verða vonandi aðeins karlmannlegri með árunum, sko. Já, það er þetta góðu punktur í þar. Ég held með þessa röddina mér sé orðið munn karlmannlega heldur hún var þegar ég byrjaði til með 70 mínútur. Þú ert með mjög fallega rödd. Þegið út ruglaður. Herðu, það er komið að lokalæginu hjá okkur í dag og þótt ótrúlegt með virðast. Ég held að myndi ekki gerast í dag en Egill Einarsson hringdi í okkur hérna á hann og grátbaði að fá eiga síðasta lagið. Hann er á hlaupabrettinu í sporthúsinu núna, hann er ekki með iPod og er að hlusta á okkur félagana og heimtaði að fá þetta lag. Við þakkum kærlega fyrir okkur og já, sjáumst á morgun. Þá verða ég og Sveppi í FM 95 blöð að gera tjekka á því og Björn Bragi verður mættur hérna aftur næsta mánudag. Herru, takk að þið hlöðum mig, Björsi. Takk fyrir.
95 blö í dag klukkan 4.